frelsarans, ást hans sem umvefur allt, mikið verk hans, mikið verk hans. Og frá þú sigrandi Guð, og allt sem býr í hlekki og böl. Mikið verk þitt, við dömst í frelst, svo fagnandi klá. Og þitt nafni í upphafið hátt og Guð. Mikið verk þitt. Velkomin að sákum, elskurnar. Við erum komin til þess að lyfta upp nafni Jesú, má ég heyra amen. Þetta vers dagsins. Þetta mitt boðorð, að þið elski hvern annan eins og ég hef elskað yður. Jóhannesarguðspjall 15:12. Og þetta svo mikið lykilatriðið í kristna geiranum. Það að elska hvern annan eins og Kristur elskaði okkur og hann dó fyrir okkur. Má ég heyra amen. Kærleikur Guðs það sem umvefur, það sem gefur. Halleluja. Það þvílíkur dagur, það þessi sunnudagur, við erum komin í kirkju og við ætlum að vexa með hann. Þið til í þetta? Woo! Orra þín, trúr og sannur alla tíð, mikið með þig. Og ég veit að þú veist með mér því þitt loforð já og amen, mikið með þig. Mikið með þig. Og frá þú sigrandi Guð, og allt sem býr í hlekki og böl. Fram fyrir þig í dag, Drottinn, og þú mættir starfa á þeim stöðum sem að þarf. Drottinn, lækningu Jesús.
nos llama a ser libres. No one, no one, no one. ¿Quién más nos libra de enfermedades? No one, no one, no one. ¿Quién más camina sobre las aguas? No one, no one, no one. ¿Quién más responde con fuego? No one, no one, no one. ¿Quién más derriba todo gigante? No one, no one, no one. ¿Quién más callará el rugir del león? No one, no one, no one. ¿Quién más es digno de nuestra alabanza? No one, no one, no one. ¿Quién más es digno de nuestra alabanza? No one, nowhere. No one, nowhere. No one, nowhere. No one, nowhere. Nobody like you. Nobody like you. No one, nowhere. 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 Nobody like you. Nobody like you. No one, nowhere. No one, nowhere. Lover of my soul, lover of my soul, lover of my soul. Nobody like you. Nobody like you. No one, nowhere. No one, nowhere. Lover of my soul, lover of my soul, lover of my soul, lover of my soul. Nobody like you. Nobody like you. No one, nowhere. No one, nowhere. Nobody like Jesus. Nobody like Jesus. Lover of my soul. Lover of my soul. Nobody like you, Jesus. There will be no other God before you. There is no one above, no one beside, nobody like you. There is no one above, no one beside, nobody like you. There is no one above you, no one beside you, nobody like you. There will be no other God before you. No one, no one, no one. Tack Jesus, jag lovar dig hela tiden. Ég lofa þig drottinn Jesus. Halleluja, það verður enginn eins og hann og það enginn eins og hann. Hann verðugur, halleluja, ég þakka þér drottinn Jesus að þú ert drottinn minn sá sem þú segist vera drottinn. Ég þakka þér fyrir að þú ert drottinn minn. Þú ert allt sem við þurfum hverju sinni drottinn Jesus. Ég þakka þér fyrir drottinn trúfestina drottinn minn að þú gefst ekki upp á okkur drottinn Jesus. Ég þakka þér fyrir að þú ert drottinn minn. Þú ert alltaf til staðar drottinn Jesus. Þó að við snúum drottinn minn augum okkar eitthvað annað þá ert þú alltaf hér drottinn Jesus. Lofa þér drottinn
your mercy never fails me. All my days I am held in your hand. From the moment that I wake up till I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. I can't. All my life you have been so good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Hallelujah. With your voice, you have led me through the fire, darkest night. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. I have lived in the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Thank you. Hallelujah. You nobody, hallelujah. Hallelujah. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. All my life you have been faithful. Thank you. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. Yes, Lord. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me.
Dýrðar ertu drottinn Jesús. Helgist þitt nafn. Inn í myrkri erfiði, ekkert ljós, engin von. Dáin kærleik kom frá himna og miskunn þú Guðs son, til að uppfylla þín lög. Mæri menn tók lífsins sorg, sem frá dýrðarinnar hást, leður var í jötastól. Allar sköpun endurleysti, fór þá krossinn fyrir mig. Allar þjáning þína barst, því þú missir tilganginn, og að frelsun okkar varst, lífið fyrir dauðan þig. Dáni risu dauða frá, tók á handköf fyrir þig. Þá allir koma þá, hendur færi faðirinn, og þá kyssar mömmu, fyrir kraft og andans veg. Sannleikanum fyrir skil, alltaf söng, alltaf sterk, fyrir blóð og þér Jesús, halleluja, dýrt sé þér Jesús, halleluja, má ég heyra amen, halleluja, það kraftur í húsinu, Guð að gera kraftaverk á meðal okkar hér í dag, ég bara finn það, halleluja, ég veit ekki með ykkur en ég þarf meira af Jesú í mitt hjarta, ég þarf bara að leyfa honum að lækna allt sem hið innra, halleluja, við erum öll með eitthvað, það bara þannig, dýrt sé þér Jesús, velkomin á samkomu. Við ætlum að halda áfram að lofa Drottinn og við ætlum að halda áfram í lofgjörð. En við ætlum líka að halda áfram í lofgjörð með því að blessa Drottinn með fjármunum okkar.
Það eru forréttindi að fá að blessa Guð. Því að hann gefur okkur andadráttinn, hann gefur okkur getu til þess að vinna og vinir þá engin neitt inni hjá drottni. Hann er trúfastur. Þegar við sáum í ríki hans þá fáum við margfalt tilbaka. Og það er ekki bara fjárhagsleg blessun sem að tilheyrir okkur í Kristi. Það er blessun á öllum sviðum. Hann talar hann farið með okkur frá dýr til dýrðar. Og það er svo frábært að vita til þess að þegar við sáum okkar litla, að þá er hann trúr og réttlátur. Og hann þegar við leitum ríkis hans og réttlætis, þá mun allt annað veitast okkur að auki. Við þurfum ekki að hafa nokkrar áhyggjur. Og ég veit að margir hafa haft áhyggjur út af því að það er margt skrítið búið að gerast í íslensku samfélagi undanfarna daga og vikur. Við erum að heyra á ofsafengnum slagsmálum sem hafa endað í dauðdaga ungrar konu. Og vitið ég finna það er sár í íslenskri, bara sál í dag. En vinir, ég trúi því að þegar við leitum drottins og við leitum hans að öllu hjarta, þá getur hann snúið við högum okkar. Og ég veit ekki með ykkur en ég vil að hann snúi við högum íslenskra þjóðar. Út að við erum á leiðinni á okkur skringilega staði. Og við þurfum að spyrna við, má ég heyra amen. Við þurfum að spyrna við. Halleluja. Best að vera ekki fyrir Guðmundi. Halleluja. Ég held að myndi hlaupa mig niður, dýr sé Guði. Þetta var blessa Guðmundur. En vitandi það, vinir, að við tilheyrum einhverjum sem að getur gert hlutina heila. Leitum ekki langt yfir skamt, leitum til drottins og hann mun vel fyrir sjá. Rísum á fætur og byggjum saman. Það er Pósi aftast, strákarnir hérna, drengur minn og Siggi, drengirnir mínir. Þeir ætla hérna að láta baukana ganga. Gefum í dag því að Guð blessar. Hann blessar sér hvern glaðan gjafara í Jesú nafni. Höldum áfram í lofgjörð. atmosphere is changing now, for the Spirit of the Lord is here. The evidence is all around that the Spirit of the Lord is here. The atmosphere is changing now, for the Spirit of the Lord is here. The evidence is all around that the Spirit of the Lord is here. Overflow in this place. Fill our hearts with your love surrounds us. You're the reason we came to encounter your love surrounds us. The atmosphere is changing now, for the Spirit of the Lord is here. The evidence is all around that the Spirit
miracle can happen now. For the Spirit of the Lord is here. The evidence is all around that the Spirit of the Lord is here. A miracle can happen now. The Spirit of the Lord is here. Lord is here. The evidence is all around So that the Spirit of the Lord is here. Jesus, helgist þitt nafn. Heilagur Jesus. Nokkuð sem I'm calling on the God of Jacob, who love endures through generations. I know that you are things opposed. I'm calling on the God of who opened up the ocean. I need you now to do the same thing for Oh God, my God, I need you. Oh God, my God, I need you now. How I need you now. Oh rock of ages, I'm standing on your faithfulness. On your faithfulness. I'm calling on the God of Mary, whose favor rests upon the land. I know with you all things are possible. I'm calling on the God of David, who shall not shepherd boy creation. Oh God, I may not face Goliath, but I've got my own giants. Oh God, my God, I need you. Oh God, my God, I need you now. How I need you now. Oh rock of ages, I'm standing on your faithfulness. On your faithfulness. Oh God, my God, I need you. Oh God, my God, I need you now. I need you now. Oh rock of ages, I'm standing on your faithfulness. On your faithfulness. You hear your children, you hear your children. You are the same God. You are the same God. answers prayer back then, and you will answer now. You are the same God. You are the same God. You were providing then. You are providing now. You are the same.
Come and fill me again. Come and fill me again. Takk, Jesus. Halleluja, takk Jesus. Vá, það mögnu nærveri hér í dag. Dísið þér Jesus. Mér langar að biðja fyrir þeim sem eigum sást að binda í dag. Það gríðarlega margir sem settu sig í samband við mig og voru með COVID eða flensu og ég veit ekki hvað og hvað. Þannig við höllum að biðja. Svo ætlum ég að fá vinkonu mína, hana Svövu Mörk, til þess að kynna fyrir okkur hérna smá. En eigum við ekki bara aðeins að standa og biðja? Ég búin að fá 2 flensu í sumar og það erfitt að sjá kirkjuna há lamaða af flensu og það ennþá, þá verður ennþá sumar. Akkurat. Halleluja, þetta náttúrulega gengur ekki upp. Þannig að við segjum stopp í Jesú nafni, ekki satt. Við bara tökum fyrir þetta í Jesú nafni. Drottin, ég þakka þér fyrir nærveru þína. Ég þakka þér fyrir það, drottin minn, að þú ert hér, drottin minn, og þú vilt finna okkur, drottin. Ég biði, drottin minn, að þú talir til okkar í dag, drottin minn, að þú rifjir því úr vegi sem að þarf að rifja úr vegi, drottin minn, til þess að þú komist inn í það sem að þarf að vinna, drottin, í hjart okkar. Og drottin, ég biði fyrir einum og sér hverjum hér í dag. Ég biði fyrir þeim sem eru ekki hér í dag og eru heima hjá sér veikir. Drottin, ég bara kem í gegn öllum veikindar anda og ég bið hann ég skip honum út í Jesú nafni. Halleluja. Það löngu komið gott öll þessi veikindatíð sem búin að hrjá kirkju þína. Og við bara tökum vald í andanum. Drottin minn, þú komst til þess að setja okkur frjáls, drottin minn. Þú komst, drottin minn, til þess að gera okkur heil til anda, sálar og líkama. Og drottin, ég tala heilbriði út í líkamann. Ég tala heilbriði í Jesús. Og drottin, ég biði Jesús bara að gera, drottin minn, það sjúkra rúm að hvílu beði, drottin minn. Eins og þú einn ert fær að gera, drottin. Og ég biði, drottin, að við mættum rísa upp og taka stöð okkar nú sem aldrei fyrr eftir því sem að dagurinn færist nær. Og við biðjum í Jesú nafn og allir líðurinn sagði. Amen. Við langar til þess að biðja Svövu Mörk að koma hérna og kynna hérna verkefni, spennandi verkefni sem að þau að setja af stað í Jesú nafni. Ég fæ hérna Akötu með mig líka. Þannig að við hendum mikrofónum á milli. Það ekki flott? Slegt, já, þannig þetta. Ég heiti sem sagt Svabjörg Mörk og fer fyrir starfið sem kallað TC Ísland. Einhverju þekkja þetta hér? Magga mín þekkir þetta. Dásamlegt starf. Og hérna, þetta starf byggir á, kannast einhver við Krossin og Hnífsblaðið og David Wilkerson. Já, þetta starfið sem hann fór á stað með fyrir 66 árum síðan. Þannig að hvort að þetta sé ávöxtur frá Guði, það ekki spurning. En ég ætla að byrja á því að lesa, af því að sú þjónusta sem við veitum má finna í Jesaja 61. Andi drottins yfir mér, því að drottin hefur smurt mig. Hann hefur sendt mig til að flytja fátækum gleðilegan boðskap, til að græða þá sem hafa sundurmarinn hjörtu, boða föngum lausn og fjötruðum frelsi. Til að boða náðar ár drottins og hefndardag Guðsvors, til að hugga þá sem hryggir eru og setja höfuðjásn í stað ösku á syrgjendur í Síón. Fagnaðarolíu í stað sorgarklæða, skarpklæði í stað hugleysis. Þeir verða nefndir réttlætis eikur, garður drottin sem birtir dýrðans. Ég les bara fyrstu 4 versin. En þetta kaflinn og þetta það sem við stígum út á í okkar starfi. Og hvað þá TC Ísland? Það þessi kristilegu samtök sem hafa verið starfað síðan 2020. Við byrjuðum í COVID og Magga kom til okkar það. Ég segðu. Það verður næst, ég skal lofa bæta úr þessu. Já, ég bara tók ekki þær myndir. Það var vandamálið. En við erum sem sagt tengd þessum heimssamtökum, Teen Challenge, eða Adult and Teen Challenge. Í dag vinnum við með fullorðna flest lönd og við erum í 140 löndum.
Þannig að starfi hefur heldur betur margfaldast og við finnum að það fyrir hraðar og það segir okkur kannski bara hvað að gerast í andlega heiminum. Okkar markmið sem sagt að veita fólki tækifæri að byggja upp heilbrigt líferni og við trúum því að heilbrigt líferni byggist á orði Guðs. Þannig að, og við stefnum að því að, þarna sjáum við, TSC skólinn fór að stað aftur í draumasetrinu. Þannig að við erum komið þar inn. Og okkar tilgangur við erum kristniboð, þar sem við vinnum með fólk á öllum aldri. Og við leitust eftir að hjálpa fólki að verða andlega heilbrigt, komast í tilfinningalegt jafnvægi, verða samfélagslega hæft, líkamlega heilbrigt, andlega vakandi, samofið kirkjunni á staðnum, samfélaginu og fjölskyldum. Vegna svo okkar markmið að byggja upp lærisveina. Og lærisveinar, það ekki hugmyndin að þeir verði með okkur, auðvitað alltaf einhver hluti sem fer gegnum TSC sem velur síðan að starfa í TSC. En eðlilegt að þeir fari inn í kirkjurnar sem lærisveinar, tilbúnir, þekkja orðið, styðja við starfið sem Við viljum vakandi kirkjur, við viljum kirkjur þar sem eru einstaklingar sem þekkja þessa skuldbindingu sem þarf að vera til þess að fylgja Jesú Kristi. Og eins og ég segi, við fórum að stað með hennar TSC skóla 2020 og núna byrjuðum við aftur, við keyrðum hann í gegn í 2 ár hér á höfuðborgarsvæðinu, tókum síðan eins árs pásu, fórum til Akureyrar, bæði ég og Katrín Inga, en endurvöktu skólan þar, byggðum upp nokkra lærisveina og komum suður aftur. Vorum í veginum núna í vor og við höfum verið svo blessuð að kirkjurnar hafa blessað okkur með því að við megum koma inn til þeirra. Við höfum verið í Fíladelfíu, við höfum verið í veginum og Hvítasunnu á Akureyri. Og þetta virkileg blessun að fá að koma inn í kirkjurnar. Og kennsla hefst á morgun, þannig að þeir sem hafa áhuga að gera skrá sig að fara og við höfum fengið með þess að fólk sem hefur gengið lengi með Guði. Vegna þess að ég myndi segja, og þið þekkið nú Kolbeinn Sigurðsson, hann segir nú að þetta með því besta sem hann hefur komist í tæri við, vegna þess að kennslan það djúp. Og kennslan verður til 17. desember. Síðan förum við það sem við köllum TSC hjálparhönd og þar ætlar hún Agatha að koma aðeins og ég ætla svona segja stuttlega frá, en þetta götu trúboð. Við förum út einu sinni í viku og þetta trúboð bundið við einstaklingar sem eru heimilislausir, þeir eru í eiturlyfjaneyslu eða haldin einhvers konar skaðlegri hegðun. Það sá hópur sem við þjónum til. Og við förum út, göngum út göturnar. Þetta frumkvöðlin hér á Íslandi, þessi kona sem steig út með kerruna sína og hún ætlar að segja ykkur svona stuttlega frá hvað við gerum. Translate to the microphone. Okay, we just stand together. Yeah. Okay. So, my name is Agatha. It's so good to be here and to share some information and testimony about what we are doing, what God is doing actually on the streets of Reykjavik. Yeah. Ég heiti Agatha og það gaman að vera hérna og gaman að koma og geta deilt með ykkur þar sem Guð hefur að gera á götum Reykjavíkurborgar. I am Polish. I came to Reykjavik 6 years ago, and 1.5 years ago I was thinking because before I was working in Teen Challenge in Poland many years, then 1.5 years ago I started thinking I must start do it again. Þannig að hún pólsk og starfaði hjá Teen Challenge í Pólandi. Og fyrir 1,5 ári síðan fann hún það að hún þurfti að fara að stíga aftur út í þessa þjónustu. Because we can't take anything to heaven, but people who are, saved, they can go with us. Að því að við getum ekki tekið neitt með okkur til himna, en fólk sem hefur frelsast það á greiða leið til himna. So, I'm 50 years this year, not today. So, I decided what I can do. I can bake a cake, I take coffee, I go on the street. So, I did it. Þannig að hún verið 50 á þessu ári og hún hugsaði, hvað get ég gert? Já, ég get bakað köku, hellt upp á kaffi og farið með það út á göturnar. So, I think everybody can do just a little thing and then God will provide and He will make it bigger.
Ég held að allir geta gert eitthvað og Guð mun sjá fyrir og gera það stærra. Then in April this year, I met Suava, and I believe Holy Spirit touched her, and she was like, yes, we go on the streets together. Ja, þannig að apríl á þessu ári þá hitti ég Svövu og ég talaði við hana og ég trúi því að heilagur andi hafi snert og hún sagði já, við förum á götuna saman. So then finally, it was like it's supposed to be, that this is the church serving people, not just one person. Þannig að loksins var þetta eins og þetta á að vera, kirkjan fór út og þjónaði fólki, ekki ein manneskja. So now we go like every week, and it feels like it was like always like this. Og núna förum við hverju viku og mér líður eins og þetta hafa alltaf verið þannig. We pray for people, we preach gospel, homeless and addicted people, they are more than open, they always agree for prayer. Við biðjum fyrir fólki, við segjum frá fagnaðarerindinu og heimilislaust fólk og þau sem að kljást við fíkn eru alltaf tilbúin til þess að taka á móti og fá bæn. And you know what, I'm Polish, I have my relatives here, but I would say in the name of this society, they are our sons, they are our brothers, fathers, husbands, and also wives, daughters, those people we know. Ég myndi segja að ég pólsk, ég á ekki fjölskyldu hér, en þetta eru synir okkar, feður, bræður, mæður, dætur, þetta fjölskyldan okkar sem þarna. And they need God because Jesus, he's the only one who can break the chains and let them free. Og þau þurfa Guð vegna þess að Jesú sá eini sem getur leyst hlekkina, eða brotið hlekkina og gert þau frjáls. And also two examples. There is already 2 men, at least, we know, who passed away during this time. Og 2 dæmi, það þegar 2 menn sem hafa látið lífið á þessum tíma. They've been drug addicted. Þeir voru fíklar. And we've been praying for them, preaching gospel, talking about God, and the only fruit we could see, because their life did not change yet, they had no time, but they start bringing other people to us, saying, talk to them about Jesus too. Þannig að eini ávöxturinn, við sáum ekki ávöxt þannig að þeir náðu heilbrigðu lífi, en við sáum ávöxturinn því að þeir fóru að taka vini sína með og segja, heyrðu, biðjið fyrir þeim líka, taliði við þau. So if there is any chance that they are in heaven, I believe that there is, when we've been praying together and encouraging them, and maybe they gave life to Jesus in the last moment of their life. Þannig ef það einhver möguleiki að þau séu í himnaríkið, þá það vegna sem við báðum fyrir þegar við vorum að til staðar. You know what I have here? This is like, we call it like coffee diary, because it's dirty from coffee, because we take it on the street. And there is like 230 names right now, and it will be more. Homeless and addicted people we pray for. And we also want to ask you, church, to pray. We will send maybe through email information about names, and then you can choose who you're gonna pray for. Já, við í þessari bók hefur hún safnað saman nöfnum allra sem hafa verið á veginnar. Hún þekkir sögu hvern einasta manns að bak við þetta nafn. Það eru 230 nöfn í dag. Við eigum von á fleirum. Og hún hefur þá hugmynd að við munum senda út þannig að það verður fleiri bænahermenn á bak við hvert nafn. Að við trúum á bænina, við vitum hver leysir. Þannig við verðum að stíga út og við sem kirkja, kirkjur landsins, við verðum að stíga fram. And so our work right now is like outreach, going on the street once a week, inviting people to the church. We also have coffee house as a support group, and little homeless church, really. We just started. And also every single day from Monday to Friday, I go personally, and some people sometimes with me, to talk with homeless and addicted in Kafistowa Samhjalpar. And there I can spend like 4 hours, not only once a week, 3 hours, but 4 hours a day. It makes a difference. Þannig að starfið þannig byggt upp núna að það þetta götu trúboðar sem förum einu sinni viku. Hún fer 5 daga vikunar, alla virkadaga, frá svona 10:30 til 2:30, þar sem hún með einstaklingum. Hún hefur beðið fyrir þeim, hún fer með fræðslu, það stuðningur og ástæðan fyrir við erum að koma hérna, við erum að stækka við okkur, við erum að víkka út tjaldtælana, við stígum fram í trú og við biðjum ykkur hjálp.
Þannig að við förum í kirkjurnar og segjum, viljið þið taka þátt, viljið þið vera með, viljið þið koma. Þannig að ef þú átt 500 krónur, ef þú átt 1000 krónur, það ekki málið, en hver einasta króna, Guð margfaldar hann í blessun, margfaldar inn í þetta starf þar sem við höfum þessa trúföstu konu sem svo orkumikil og svo uppfyllt af kærleika. Og Guð hefur blessað okkur, íslensku þjóðina, að fá einstaklingina sem bara fer út og gerir það sem þarf að gera. Og við höfum reynt, við förum alltaf út á 50 dögum og við höfum boðið með á samhjálparsamkomur. Það var ekki góð blanda að taka fólk sem í mikilli neyslu inn, við reyndum og samhjálp virkilega reyndi. Það var svo mikill hugur, okkur langaði öllum svo. Þannig að við þurfum að játa okkur sigraða og fara og verða götu kirkja. En það flott og helst að öllu viljum við fá lítið húsnæði sem við eigum leigum eða whatever, bara eins og Guð vill hafa það, þar sem að hún getur tekið á móti einstaklingu virka daga og farið í gegn, því við erum auðvitað hluti af heimssamtökum og það þýðir að það meðferðarúrræði, það áfangaheimilisúrræði, það re-entering, þessi endurhæfing inn í samfélagið. Við eigum öll þessi gögn. Þannig að við trúum því að við erum að fara að stíga inn í nýtt tímabil, allt sem byggt á orði Guðs og því við vita það, allt sem að Teen Challenge byggir á byggt á orði Guðs. Allt meðferðarúrræðið, kennslan allt beint upp úr Biblíunni. Það ekkert verið að flækja þetta. Allt annað kemur með að auki. Jesús ekki viðhengi, hann aðalmálið. The group we are talking about, homeless and addicted, you know how Bible called them. God called them like oaks of righteousness. Jesaja 61, réttlætiseikur. Þeir verða nefndir réttlætiseikur, garður drottins sem birti dýrðans. Þar endurleysingin. Og þetta framtíðarsýnin okkar. Akkurat núna þá við vorum svo heppin að fá þeirra hollendingar sem komu heimsókn til okkar í byrjun júní og þau söfnuðu 3.000 evrum sem 450.000 fyrir okkur upp í bíl og við bara trúum því bráðum, verðum við bara merkt og förum eða þessi brjálæðingur á bílnum. Það sem vel merkt og það trúboð. Það bara, drottinn, það eiga allir von. Jesús bara leyfir okkur að fara fram í hans nafni. Síðan það þetta húsnæði sem ég var að tala um. Við trúum því að meðferðarúrræði verði að veruleika hjá okkur, áfangaheimili og endurhæfingin. Ef þið viljið taka þátt, þá auðvitað bænin og við vitum það gerist ekkert án bænar. Hún undanfari alls. Þeir sem vilja vera mánaðarlegir styrktaraðilar geta tekið mynd af þessu. Ef þið eru ekki þar, þá erum við með svona miða til þess að fylla út. Þannig það ekkert allir sem líkar þetta tölvutæka. Sumir þurfa jafnvel að hugsa þetta og það má líka. Og þannig að okkur vantar fjárhagslega stuðning, þannig við bara óskum eftir, ef þið viljið styrka okkur, að gera það. Og ef þið getið það ekki, ef þið getið styrkt okkur í bæn, þá bara erum við svo þakklátt. Þannig að þetta svona stuttkynning á því sem við gerum og hver við erum. Takk fyrir. Mér finnst þetta bara magnað. Algjörlega magnað. Og já, það ekki spurning, við ætlum að taka þátt í þessu. Bara engin spurning, má ég heyra amen. Við ætlum að taka þátt. Við ætlum að víkka út tjaldtala Guðs ríkisins. Við ætlum að sjá það vaxa og dafna. Og það sem að Jesús sagði, það sem að þið gjöru mínum minnstu bræðurum, það hafið þið gert mér. Þannig að fólk sem að lítur niður á aðra fyrir eitthvað, þú ert ekki að fylgja drottni Jesú Kristi. Það bara svo einfalt. Við eigum að rétta hjálparhönd til allra þeirra. Þetta eru börn Guðs, þau eru alveg að verðmæt og við og allir hinir. Og við eigum að gera þetta. Má ég heyra með hann? Halleluja, Gunnar, komdu og byttu fyrir orðinni. Drengurinn minn, rísið á fætur.
Takk Jesús fyrir náð þín og miskunn. Ég þakka þér að við fáum að þekkja þig betur, Drottinn. Ég þakka þér, Jesús, að það segir í orði þínu sem 2 eða 3 eru samankomnir í þínu nafni. Þar ert þú mitt á meðal okkar, Drottinn. Megum við fá að þekkja þig betur, megum við fara hérna út breytt, Jesús, megum við umbreyta hjartan okkar. Láttu umskurna hjarta okkar koma sýnilegt, Jesús. Þú segir að allar þjóðir muni þekki ykkur eftir umskurna hjartans, Drottinn Jesús. Ég þakka þér, Jesús, og trúfastur, þú sami í gær og í dag alla eilíð. Kraftið þinn sem að risti frá dauðum, hann býr innan með okkur og við viljum að ganga í þeim krafti, Jesús. Hjálpa okkur að gera mikið úr þér og lofa þig, Drottinn, alla þessa viku. Í Jesú nafni. Amen. Halleluja. Þetta bara mitt stærsta og pappans stærsta verk í lífinu. Það að sjá börnin sín elska Jesú og fylgja Drottni. Og ég verð bara að segja, Alli og Hulda María voru að spjalla í fyrradag og hún alveg bara, ég þarf nýja biblíu, fór inn í herbyggju og fór bara að lesa orðið og vitið það er ekki til meiri blessun en það að sjá börnin sín á fullu með Drottni. Má ég heyra með við, það voru tímamót hjá okkur alla í vikunni. Við áttum 25 ára brúðkaupsafmæli. Og þið þurfum að bara faðma alla fyrir að hafa verið sýnt þessa trúfesti. Alli magnaður, ég bara trúi ekki hann að þið haldið þetta út. Þeir sem að hafa þekkt mig lengi og svafa, mér fannst hún segja of hátt amen við þessu. Veit ekki svafa, veit ekki. Og en ég get alveg sagt okkur það ég hef breyst mun meir en Alli á þessari göngu okkar saman. Og ég þurfti að breytast. Og Guð nota hjónabandi svolítið til þess að breyta okkur. Og kærleikur Alla ótrúlegur. Hann hefur aldrei sagt ljótan hlut við mig, ekki einu sinni. Hann hefur aldrei sagt mér að þegja eða ég veit ekki hvað, aldrei sagt það. Þetta maður með miklum heilundum sem að Guð gaf mér. Og ég vil bara heiðra þennan mann og ég vil bara þakka Guði fyrir þennan mann. Hann frábær. Og ég skal bara segja ykkur það, ég get ekki staðið hér í dag ef að Alli væri ekki maðurinn sem að Alli Og ég get bara ekki útskýrt með fáum orðum hvað Guð hefur blessað líf okkar mikið. Og ég búin að vera að hugsa svo mikið tilbaka síðustu vikur og sérstaklega síðustu daga út af því að þessi tímamót áttu sér stað núna í vikunni. Og mér var hugsað til brúðkaupsins okkar. Við vorum með þingmenn og ég veit ekki hvað, fólk sem við þekkjum ekki neitt í brúðkaupin okkar. Mæl ekki með því, gott fólk. En þetta var yndisleg brúðkaup og við vorum alveg rennsvitna, hann var svo stressaður. En ég gleymi aldrei því orði sem að pabbi minn talaði þegar við giftum okkur. Og orðið var það hvernig líf okkar tveggja minnti á einn einstakling í Biblíunni sem heitir Óbeð-Edóm. Og þið hugsið Óbeð-Edóm, hver nú það? Það nú ekki frægt nafn í Biblíunni. En það var magnaður einstaklingur. Óbeð-Edóm. Þið munið eftir því þegar Davíð fór og hann var að ná í örk drottins. Allir getur þau sýnt mynd af örkinni. Ef þú ert með hann eitthvað staðar Örkin hafði verið tekin. Og Davíð konungur fékk á hjarta sitt að hann þurfti að ná í örkina aftur. Því eins og við vitum þar bjó dýr Guðs. Hann vildi örkina. Hann vildi allt frá Guði og hann fór eftir því sem að Guð vildi. Hann hafði hjarta fullt af þakklæti, hann hafði hjarta fullt af lofsöng. Og hvað gerði hann? Hann fer til Júda og hann nær í örkina. Því hann vissi að örkin átti heima í Jerúsalem. Og það sem hann gerir að hann fer og hann nær í örkina. Hann setur örkina á vagn. Og svo keyrir hann með örkina í átt að Jerúsalem. Nema hvaða, það var ekki malbyggað neitt á þeim tíma. Það voru svona ójafnir vegirnir og vagnin fer í eitthvað svona hólu. Og Ússa, maðurinn sem var að keyra með örkina, hann réttur út hendina og hann reynir að styðja við örkina.
jafnskjótt dettur hann niður dáinn. Það mátti enginn snerta örk Guðs. Þetta sló Davíð. Þetta sló hann mjög. Því hann þráði ekkert heitar heldur en að fá höfðingjadóm drottins aftur til Jerúsalem. Hann vildi gera allt til þess að þóknast Guði. En hann var hræddur. Og hvað gerir Davíð? Hann skilur örkina eftir í húsi Óbeð-Edóm. Örkin var eftir í húsi Óbeð-Edóm og þarna örkin. Búin til úr gullklumpi. Þarna bjó höfðingjadómi drottins og hann vildi meira af höfðingjadóminum en hann var hræddur. Og örkin varð eftir í húsi Óbeð-Edóms einfaldlega út af því að hús Óbeð-Edóms var næsta hús við örkina á þeim tíma þegar Ússa dó. Örkin var færð yfir í hús Ússa og hvað gerist næstu mánuði? Guð blessaði Óbeð-Edóm. Hann blessaði allt sem hann átti. Hann blessaði inngang hans og útgöngu. Hann blessaði allt sem hann átti. Hann margfaldaði allt sem hann átti. Því að Guð er Guð margföldunar. Hann er ekki bara Guð einhvers. Hann segir, leiti ríkis míns og réttlætis og allt mun veitast ykkur að auki. Allt er ekki bara eitthvað lítið, allt það er allt. Og það sem að gerist hjá Óbeð-Edóm, hann gerði í raunin ekki neitt, hann var bara nálægt örkinni. Sem vísir fyrir okkur, vinir, ef við erum bara nálægt dýr drottins, ef við förum bara eftir því sem að drottin segir, þá mun hann blessa okkur. Því hann er trúr og réttlátur. Og þetta byggir svo lítið á mér en svo mikið á honum. Og það sem að gerist er bara næstu mánuði, þá er bara viðvarandi blessun í húsi Óbeð-Edóms og allt sem hann gerði lánaðist honum. Nema Davíð heyrði af því að allt hefði lánast honum, hann blessaði allt sem hann átti. Þannig að Davíð vildi klára málið og fara með örkina til Jerúsalem, þar sem hann átti sannarlega heima. Og Davíð tekur sig upp á samt föruneyti og hann tekur upp örkina eins og átt að taka hann upp, þá átt að taka hann upp hér. Af hverju? Því að höfðingjadómi drottins, hann þarf að vera ofar okkar höfðingjadómi. Vinni, þetta snýst ekki minn skilning eða hvað mér finnst. Það skiptir máli hvað Guði finnst. Og vinni, þegar við erum að ganga okkar kristnu göngu, leggjum til hliðar okkar eigið ágæti eða skilning og tökum upp hans skilning. Og þá mun vel fyrir sjá. Það sem að gerist er það að þeir taka upp örkin og þeir fara með hana restin af leiðinni og þeir færa fórnir inn á milli og þeir tilbiðja drottin. Örkin komst til Jerúsalem og þau bjuggu til hús eða tjald fyrir örkina. Og vinir, þetta tjald var samveru staður. Og enn á ný hefur drottin gefið okkur tjaldið að þetta hús sem samveru stað fyrir dýrð hans. Og það sem að gerist í kjölfarið er að Óbeð-Edóm, hann saknar arkarinnar, hann vil bara vera það sem að Guð er. Hann vil meira af dýr Guðs. Og hvað gerir Óbeð-Edóm? Hann skráir sig í lofgjörðateymið. Hann fer til Jóhönnu á þeim tíma. Og segir, ég vil vera með. Og Jóhanna segir, komdu vertu með. Hann var ekkert rosalega lagðis, en hann var með í lofgjörðateyminu. Hann gerði meir en það, hann skráði sig sem tónlistarmann. Hann skráði sig sem hljóðfaraleikara. Hann gerði meir en það, hann skráði sig sem hliðarvörð. Hann var djákni í húsinu. Hann vildi bara vera það sem að örkin var, vinir. Og þangað til við fáum þetta, þennan eld í hjart okkar að við gerum allt til að vera nálægt örkinni. Vinir, ég veit ástæðuna fyrir því að Guð hefur blessað líf okkar svo munar fjárhagslega, náttúrulega, hann hefur reist drengi minn upp frá dauðum. Ég hef séð Guð vinna, það er ekki út af mínu ágæti, það er út af því ég hef valið að vera nálægt örkinni alla mína tíð. Því hann er trúfastur
Hann stendur við sitt. Hann mun aldrei skilja þig eftir. Hann gerir samkomulag ykkar á milli og hann stendur alltaf við sinn hluta. Vinir, gleymið því ekki að örkin í dag innra með okkur. Það er komið greið leið inn í hið allra helgasta. Halleluja. Halleluja. Allah og allt í þessu líka. Halleluja. Takk, Jesús. Og vinir, Guð hélt áfram að blessa Óbeð-Edóm. Því hann var bara nálægt örkinni. Hann vildi bara vera nálægt Guði. Hver sem örkin fór, þar fór hann. Og vinir, ef að þetta ekki gott fyrir okkur að vita. Og ég man þegar pabbi kom með þessa predikun, þegar við giftum okkur, þetta var löng predikun, mér fannst hún óeðlilega löng. Þú veist, svona þegar maður að gefa fólk saman, maður reynir að hafa þetta mjög stutt, pabbi var bara með hálftíma predikun. En ég hef oft hugsað tilbaka og hugsað, vá, hvað þetta rétt. Og hvað þetta mikið blessun að við fengum þetta orð. Vinir, ég og Alli, við trúum á Guð hér. Ég og Alli höfum nefnilega líf okkar pínlítið eins og líf Óbeð-Edóms. Ég vil bara vera það sem Jesú Ég vil ekki gefast upp á kirkju Guðs. Ég vil sjá hana rísa og blífa. Ég vil sjá hana vinna sigra, taka nýlandsvæði. Ég vil sjá Guð hrista upp í landin okkar. Og vinir, ég ætla ekki að fara fyrir en ég fæ þá blessun og það sem að blessuna fyrir Íslands samfélag sem ég veit að tilheyrir okkur í Kristi Jesú. Má ég heyra amen? Halleluja. Og vinir, við þurfum að vera með þennan Guðmóð í hjart okkur og bara ekki sætt okkur við neitt minna heldur en nærveru heilags anda. Að við heyrum röddu Guðs þegar hann talar. Að við göngum fram í takt eftir því sem að hann vill. Halleluja. Og vinni, það svo margir sem að byrja á göngunni og það gott, veist, við förum á bleikt ský. Svo kemur reynsla. Og allt í einu fyrir fólk að hætta að mæta. Vinir, Guð hefur ákvarðað kirkjuna til þess að vera uppspretta blessunar í lífi fólks. Vanrækið ekki safnað samkomur yðar eins og sumraði siður. Og vinir, ég hef haft það fyrir reglu, stundum hef ég upplifað himinin eins og eir. En lang oftast hef ég upplifað eins og í dag þar sem himinin opinn. Og vinir, ef þú vilt blessun, ef þú vilt framgang, vertu rótfastur í húsi Guðs. Vertu það sem eldurinn fær að brenna. Og þú munt finna það, hvernig þú munt ná árangri í lífinu á öllum vígstöðum. Má ég heyra amen? Halleluja. Þannig að öll hálfvelgja hún verður að víkja. Við ætlum að fá allt frá Guði sem hann hefur fyrir okkur. Þannig ég verð að hugsa Óbeð-Edóm í dag. Halleluja. Ég ætla að lesa hérna hjá okkur, bara þannig að þið haldið ég sé ekki bara bulla. Ég veit að þið haldið það svo sem ekki neitt, en halleluja. Önnur Samúelsbók 7. kafla 10. versi. Davíð vildi því ekki láta flytja örk drottins heim til sín í borg Davíðs, heldur sneri hann með hann í húsi Óbeðs-Edóms frá Gat. Örk drottins stóð í húsi Óbeðs-Edóms frá Gat í 3 mánuði. Og drottin blessaði Óbeð-Edóm og alla fjölskyldu hans. Og það kemur seinna meira þess að fram hversu mikið hann blessaði hann. Það var í öllu sem hann tók sig fyrir hendur. Drottin blessaði fjölskyldu Óbeðs-Edóms og allt sem hann á vegna arkar Guðs. Og svo eftir þessa 3 mánuði þá fór Davíð í hús Óbeð-Edóms og náði örkina og flutti hana heim til Jerúsalem. Halleluja. Og ég hef stundum verið að hugsa þetta varandi kirkjuna. Og hvað í rauninni það sem að gerist í húsi Óbeð-Edóms mynd upp á það sem að gerist oft í kirkju Guðs. Ef við erum bara nálægt vilja Guðs, ef við erum bara nálægt örkinni, það sem að Guð hefur útvalið til þess að tala til líðsins. Og vinir, einhverja hluta vegna þá notar Guð ófullkomna kirkju til að koma boðskap til skila.
Og vinir, einhverja hluta vegna notar hann fólk eins og mig sem bara ófullkomið fólk, sem ratar í ýmiss konar raunir, gerir stundum mistök og svo framvegis. Einhverja hluta vegna þá kýs hann að nota ófullkomin ger. En hann gerir það sér til dýrðar. Það sem hann gerir að hann vil hjálpa okkur, hann vil að við vöxum upp til höfuðsins sem Kristur. Að við séum ekki já í dag, nei á morgun og svo bara einhvern veginn og einhvern veginn. Vinir, við þurfum að rata beinabrautir. Við þurfum að vita hver við erum. Við þurfum að planta okkur í kirkju Guðs. Við þurfum að planta okkur þannig að við getum borið ávöxt. 30-faldan, 60-faldan og 100-faldan ávöxt. Guð hefur ákvarðað fyrir kirkjuna að hér það sem að við fáum næringu til þess að bera ávöxt. Og ég ekki að bulla. Þetta vilji Guðs fyrir okkur. Og mér langar til þess að bara undirstrika það með því að fara í aðra Mósebók, bara til þess að rifja upp hver köllun okkar sem líð Guðs. Og það mjög gott að sjá í Gamla testamentinu út að það svona fyrirmynda því sem að Guð gerði síðan í Nýja sáttmálanum og ég kem betur inn á það eftir. En við ætlum að fara í aðra Mósebók í kapla 26 og í vers 29. Og það stendur svo, ég mun ekki flæma þá undan þér á einu ári. Hvað þýðir þetta? Þetta þýðir það að það sem að Guð byrjar innra með þér tekur tíma. Það ferli. Og þú þarft að leyfa Guði að gera þetta ferli í lífið þínu. Og hvernig getur þú gert það með því að planta þér? Það sem að gerist í kristnu samhengi að við komum saman og stundum allt í blóma, stundum allt æðislegt, en við rekumst líka stundum á. Guð gefur okkur tækifæri til þess að horfa inn á við, til þess að verði betri útgáfa okkur sjálfum. Það svo margt sem að gerist í kirkjulegu samhengi sem skiptir máli. Þannig að lítum ekki á kirkjuna sem, þessi talaði nú ekki við mig í dag. Hún Sibba nú verið að knúsa mig, en það var ekkert knús í dag. Jóhanna, hún var bara að tala við Gunni, hún leit ekki einu sinni á mig. Vinni, það merkilegt hversu margir móðgast í húsi Guðs. Af hverju heldurðu það? Af hverju það? Þetta val, svo sannarlega Magga, en það út af því að óvinnurinn þolir ekki einingu. Hann vill ræna frá þig fyrir blessun sem að Guð hefur fyrir þig. Og allt og margir falla á bragði óvinnarins og bara hætta við. Draga sig í skil sín og hugsa bara, nei, ég á ekki heima. Ég ekki elskaður eða ég ekki elskuð eða þess á móti mér eða þess ekki nóg mikið með mér. Það merkilegt hvað margir eiga erfitt í húsi Guðs. Þessna vil ég segja eitt hér í dag. Við erum fljóta að fyrirgefa. Hættum þessu bulli, horfum til drottins þegar ykkur móðgaði eða eitthvað svoleiðis. Vertu fljótur að rísa upp aftur, ekki leyfa óvininum að ná tökum á þér og ræna frá þér það sem að Guð hefur fyrir þig. Má ég heyra amen? En klárum þetta, hvað stendur svo? Hann segir á einu ári svo að landi leggist ekki auðn og villidýrunum fjölgi ekki þér til meins. Svo segir hann smám saman mun ég hrekja þá undan þér þar til þú hefur fjölgað þér og getur tekið landið að erfðahlut. Þarna komið inn orð sem að mér finnst áhugavert, erfðahlutur. Hann hefur gefið okkur land og það eins og arfur til okkar. Og við vitum það þegar ég til dæmis að segja Gunnar og Huldumaríu, þau hafa spurt mig óþægilega oft arfinn sinn. Ég hugsaði líka bara, ok, við ætlum að hætta að tala þetta. Svo vilja þau fara með mér eitthvað svona, þið veitir, hjá klettum. Nei, ég að grínast, ekkert svoleiðis. Þau elska mig, ég alveg samfærum það. En þegar við erum að tala arfinn, það sem ég sýni þeim í rauninni bara húsið okkar. Það svona stæðstu arfinu þeirra, þau munu erfa húsið mitt eftir mig. Og reyndar aðrar eignir sem við eigum líka, þau munu erfa þetta allt saman. Þau eru okkar lögerfingjar. Það sama gildur drottinn. Í honum öll fylling af öllu. Allur auður, öll velmegun, öll sálaró, allur friður sem hægt að hugsa sér. Það allt fólkið í drottni.
Og það sem hann segir við Ísraels líðin á þessum tíma, hann segir, ég mun gefa ykkur smátt og smátt. Af hverju? Því að þið þurfa að vaksa inn í landið, segir hann. Þið þurfið að stækka inn í landið. Og vinni, það sem við flöskum stundum á er að við þurfum að vaksa bæði upp en líka niður. Eina leiðin fyrir tré til dæmis að halda velli er að fá vind, er að fá mótlæti. Og vinni, það sama gildur um okkur. Það er mótlæti sem að gera það verkum að rætur okkar fara dýpra. Við berum miklu meiri ávöxt þegar ræturnar fara dýpra. Og vinir, tré og allur gróður vex á nóttinni. Hate to break it. Við vöxum á nóttinni, við vöxum þegar hlutinni gangi ekki fullkomlega upp. Við vöxum þegar við upplifum eins og við erum jafnvel að himinin er sem eir. Bara þá að segja drottin, ég treysti þér, ég vel þig. Vinir, það skiptir öllu máli að velja Guð þegar okkur líður ekki vel. Ekki láta óvininn taka frá þér blessunna, því að það er arfur í landinu. Og vinir, Guð hefur líka gefið þér vonaríka framtíð. Og til þess að eignast þessa vonaríku framtíð þá þarf ákveðið ferðlega sér stað. Við þurfum að endurnýja hugsun okkar. Svo við fáum að vita hver er vilji Guðs hið góða. Svo við fáum að vita hið akkurat. Það er ferli. Og vinni, Guð setur okkur í kringumstæður, hann setur okkur í ferli til þess að við getum vaxið og dafnað. Það er til þess að við getum borið ávöxt eins og hann hefur boðið okkur að gera. Og vinni, þegar við förum í gegnum kringumstæður lífsins, þá skulum við ekki skammast út í Guð. Við skulum lyfta upp nafni hans. Við skulum þakka honum fyrir alla hluti. Því hann mun koma því til leiðar. Og það sem við höfum fengið ná til að gera, ekkert út af því að við erum eitthvað svo frábær eða klár eða við höfum bara haldið okkur við örkina. Og vinni, ég hvet þig líka, haltu þig við örk drottins. Ekki láta neitt stoppa því að koma á samkomu og fá eld frá himninum. Þannig að við breytumst. Þannig að við endurnýjum hugsun okkar. Að við séum ekki ykkur mínus frá því sem eitthvað sem gerðist í æskun okkar. Vinni, Guð vil gefa okkur sigur. Hann vil að við endum nýju hugsun okkar. Hann vil að við sleppum tökunum. Ég veit ekki með ykkur, það er svo margt í mínu lífi sem hefur gerst sem að hefði ég ekki bara haldið áfram, þá væri ég bara undir sæng í dag. Vinni, við þurfum að henda af okkur sænginni, rís upp og fara að lofa Guð í öllum kringumstæðum. Má ég heyra amen. Gefið þið ekki óvinninu færi á að taka frá ykkur blessunna. Því hann er með blessun fyrir þig. Drottinn það er. Hann er með blessun fyrir þig. Ég ætla að reyna að hraða máli mínu. Er smá tími hérna en þá? Halleluja. Þetta er nefnilega gott. Rétt hjá því að Guðmundur. Af hverju tala ég um þessa ferð? Af hverju er ég alltaf að minnast á ferð Móse með líðin frá Egyptalandi yfir í Kanasland út af því það er andleg mynd fyrir okkur. Egyptaland er mynd af því þegar við vorum enn í syndum okkar og svo kom blóðið, það kom þessar pláur og síðasta pláan þá áttu þau að setja blóð yfir dyrastafina sem er mynd upp á blóð Jesú sem að hreinsar okkur af öllu ranglæti. En vinni, staðsetning okkar skipti máli. Hann gaf blóð sitt, en ef þú heldur áfram að búa í Egyptalandi þá muntu aldrei upplifa hunang og gnægtirnar sem að búa í nýja staðnum sem að Guð hefur fyrir okkur. Skiljið hvað ég er að meina? Þannig að staðsetning skiptir máli. Þannig að vera í húsi Guðs langan aldur skiptir máli. Það skiptir máli ef við ætlum að bera ávöxt. Má ég heyra amen? Halleluja, það er kraftur hér í dag. Og það stendur hérna, ég vil systkina, ykkur skulle ekki vera ókunnugt það. Alert með þetta. Það að forfeður yðar
voru allir undir skýjun og gengu allir yfir hafið, allir voru þeir skýrður í skýjun og hafinu til fylgdar við Móse, allir neittu hinn að sömu andlegu fæðu og drukku hinn sama andlega drykk. Þeir drukku af hinnum andlega kletti sem fylgdi þeim kletturinn var Kristur. Og vinni, þetta er andlegt fyrir okkur og hérna stendur í 11. versi, allt þetta kom yfir þá sem fyrirboði. Það er fyrir okkur í dag. Það sem að gerðist hjá þeim er fyrir okkur í dag. Það stendur hérna sem fyrirboða, það er ritað til viðvörun okkur sem endir aldana er komin yfir. Þannig að þessi ferð þeirra er skírskotun fyrir okkur. Og vinir, Guð hefur fyrirheitna land fyrir okkur. Og vinir, þú munt aldrei upplifa fyrirheitna landið ef að þú ert eitt í dag og annað á morgun. Ég hveti til þess að planta þér. Ég hveti til þess að leyfa rótunum að fara niður. Þegar það koma vindar, þegar einhverjir er ekki góði við þig, slepptu af því tökunum, vertu fljótur að fyrirgefa og lyftu upp nafni Jesú í öllum kringumstæðum. Gefðu þakkir í öllum hlutum. Halleluja. Ekki láta óvinnin stela frá þér. Halleluja. Og vinir, það er barátta kirkju Guðs í dag og við ætlum að sigra þessa baráttu. Halleluja, því að við höfum sigrað fyrir blóð lambsins og orð vitnisburðarins. Við ætlum að sigra þessa baráttu. Hvernig ætlum við að gera? Með trúfesti. Við ætlum að vera trúföst við ríki Guðs. Má ég heyra amen? Halleluja. Og það stendur hér í sálmunum, drífum okkur þangað 92, réttlæti dafna sem pálmi, það er heil predikun þarna. Pálmar, ég verð bara að fara aðeins í þetta. Pálmar eru þannig að þeir geta bognað alveg hingað og þeir rísa alltaf upp aftur. Og við erum kölluð til að vera pálmar. Þegar ofsaveður koma þá fara þeir á hliðina, þeir gera það. En þeir rísa alltaf upp aftur. Þeir rísa alltaf upp aftur. Og vitið hvað gerist meira segja? Það kemur yfirleitt vaxtakippur í pálmann eftir átök. Og vinir, ef að við erum komin á þann stað með Guði að við förum í gegnum átök og við tökum vaxtarkipp, þá er eitthvað farið að gerast. Þá er Guð að vinna. Og þá fara hlutirnir að gerast. Má ég heyra með hann? Halleluja. Höldum áfram með versið. Ég er eitthvað svo kappsum í dag. Eins og pálmi vaxa sem setrustré á Líbanon. Þeir eru gróðursettir í húsi drottins. Davíð vissi hvað hann var að segja. Davíð lofgjörð og leiðtoðin okkar. Alla eilíf, konungur að eilífu. Hann vildi vera rótfastur, gróður settur í hús drottins. Og hvað stendur þar? Það stendur svo, bera ávöxt, þeir blómgast í forgurum Guðsfoss, bera ávöxt í hárri elli, eru safaríkir og grænir. Hafið þið tekið eftir hvað ég er safarík? Er ég græn? Bæði græn og safarík. En við eigum að vera græn og safarík, andlega. Koma allir grænir hér næstu helgi með svona málingu í andlutinu, með svona græna stríðsmálingu. En það sem ég vil meina er það að þegar við förum í gegnum kringumstæður lífsins og við látum kringumstæðurnar gera það verkum að við skjótum rótum, þá berum við mikinn ávöxt. Og þegar ekki takkar okkur, þá breytir Guð hjarta okkar. Og ég veit ekki með ykkur, en ég sé langa leiðir þegar fólk er búin að ganga göngun með drottni Jesú Kristi, því að það fyrir að bera svo fallegan ávöxt. Og ávöxtir andans er kærleikur, gleður, fríður, langlindi, gæska, góðvild, trúmennska, hóværð og bindindi. Halleluja. Og ef þið sjáuð ekki þessa ávexti, ef þið sjáuð ekki hjá ykkur, spurðu þá drottin, er ég rótfastur? Er ég að leyfa þér að vinna með mig í öllum kringumstæðum, vinir? Út af það er aðkallandi að kirkjan rísi upp og verði allt það sem hún eigi að vera. Má ég heyra með hann? Halleluja. Þannig að fyrir okkur, ef þú ætlar að bera mikinn ávöxt, og ég segi það aftur, við vorum að tala það eftir að við vorum á hóteli eina nótt. Ég og Ali, bara ég og Ali, ekki börnin. Og við vorum að tala hvað Guð hefur verið miskunnsami við okkur og hvað hann er búin að blessa líf okkar ótrúlega mikið. Og ég er alveg, ég er ekki vitlaus kona og ég er alveg freka klár, vil ég alveg meina. Og ég heyra með henn.
En ég ekki það klára að alla þær blessanir sem Guð hefur látið yfir mig koma hefur ekkert með mig að gera. Það hefur með trúfestu okkar við Guð að gera. Og ég að segja ykkur það, Guð á heiðurinn af þessu öllu saman. Það bara þannig. Guð hefur blessað okkur út af því að við höfum sýnt honum trúfesti. Og vinir, ef þið viljið blessa Guð, sýnið þið honum trúfesti í öllu því sem þið gerið. Og hann getur ekki annað en blessað ykkur. Þannig drottinn. Við leitum ríkis hans og réttlætis og allt. Má ég heyra allt. Akkurat. All things. Nákvæmlega. That's right, Callum. Takk, Jesús. Þannig að við eigum að vera rótföst. Hvar eigum við að vera rótföst? Í ríki Guðs. Og við vitum það, vinir, að örkin núna ekki bara á einum stað. Þegar Jesú fór á krossinn, þá opnaðist leiðin inn í hið allra helgasta. Og hann opnaði leið þannig að við getum með djörfung gengið fram fyrir hásstól náðar Guðs. Og við getum komið með djörfung fram fyrir hann út af því að við erum lauguð í blóði lambsins. Hann hefur tekið syndirnar okkar burt og hann hefur meira að tekið meðvitundum syndir burt. Og vinir, hann býr innan með okkur. En það þýðir ekki að við þurfum ekki á kirkjuna að halda. Við erum ennþá limir á líkama. Og vinir, ef einn puttin eitthvað stað frammi og annar eitthvað stað á Norðurlandi og hvernig á það að virka? Við þurfum að koma saman. Og reyndar það þannig, ef að líkaminn hættir að vinna á móti sjálfu sér og fer í uppreist gagnvart sjálfu sér, þá erum við veik. Það það sem að gerist þegar maður fær til dæmis Parkinson. Þá gerir líkaminn uppreist gegn sjálfum sér. Og við erum ekki kölluð til þess að vera andleg Parkinson sjúklingar í ríki Guðs. Við erum kölluð til þess að starfa saman í einingu. Og við munum það þegar Jesú kom, hann sagði þeim að bíða. Hann sagði þeim að bíða á ákveðnum stað eftir hann fór á krossinn. Hann sagði bíðið, komið saman. Og hvað gerðu þeir? Þeir komu saman. Þeir báðu saman, voru örugglega að lyfta upp nafni drottins, voru að lofa Guð og voru að bíða eftir einhverju stórkostlegu og allt í einu þegar þú voru í einingu andans þá kemur kraftur frá himninum og hann fyllir húsið og allt í einu var allt breytt og þeir fylltust heilugum anda. Vinir, lykilatriði, þeir voru samankomnir í einingu andans. Og vinni, ef við viljum sjá Ísland unni fyrir Krist, þá þurfum við að læra að gangi í takt. Við þurfum að læra að lyfta upp nafni Jesú. Við þurfum að læra að láta ekki einhverja hluti sem að skipta ekki máli taka alla okkar athygli. Má ég heyra amen? Halleluja. Dísi Guði. Ég alveg að vera búin, ég lofa. Önnur Mósebók í 25. kafla í versi 2. Drottinn ávarpaði Móse og sagði, segðu Ísraelsmönnum að þeir skuli færa mér afgjald. Þeir skuli færa mér afgjald frá hverjum þeim manni sem lætur það af hendi af fúsum vilja. Við ætlum að fara síðan í 8. vers. Þeir skuli gera mér helgidóm svo ég búi á meðal þeirra. Það áhugavert að skoða leið og þeir voru komnir út úr Egyptalandi í gegnum Rauðahafið. Það fyrsta sem að Guð gaf Móse, það var skipun að byggja helgidóm. Ef við ætlum að fara inn í Kanasland, þá þurfum við að vera trúföst við helgidómin. Þetta helst í hendur. Og vinir, ef þú ætlar að fá alla þá blessun, þá þarft að stunda Jesú. Þú þarft að deyta Jesú. Þú þarft að hitta hann á hverjum einasta degi. Þú þarft að biðja til hans. Þú þarft að hleypa honum inn í lífið. Þú þarft að leyfa honum að tala til þín. Þú þarft líka að hverfa frá ákveðnum hlutum sem að valda þér truflunum andlega.
Ég man þegar til dæmis þegar hruni varð á Íslandi, ég þurfti að slökkva á sjónvarpinu. Ég þurfti að slökkva á útvarpinu, hætti að vera að hlusta á þennan óbjóð endalaust. Og vinir, það getur verið öðruvísi hjá þér, en við þurfum að helga okkur. Við þurfum að hreinsa okkur. Við þurfum að koma fram fyrir hann og við þurfum að heyra rödd hans. Og vinir, við þurfum að vera kirkja sem heyrir rödd hans. Halleluja. Má ég heyra amen? Þannig að vinir, í dag, þegar við ætlum að byggja, þannig að við getum fengið allt það sem að Guð hefur fyrir okkur, þá númer 1, 2 og 3 persónlegt samband við Jesú og trúfesti við kirkju hans. Og ég ætla að segja þetta aftur, persónlegt samband við Jesú og trúfesti við kirkju Guðs. Hann hefur ákveðið að setja blessun sína inn í kirkjuna. Akkurat núna í dag, þá eru allir hér inni uppörvaðir. Ég skal bara lofa ykkur því. Ég var uppörfið að heyra Svövu tala áðan og vinkonennar tala áðan það verkefni sem að TC skólinn að gera. Og ég veit, jafnvel þótt að mín predikun sé ekki eitthvað fullkomin, þá Guð með í þessari predikun og hann uppörvar ykkur. Og vinir, það sem að Guð gerir fullkomið. Og það sem við eigum að gera, við eigum að ganga gönguna saman. Ég á að hjálpa Kalum hjálpa mér. Guðmundur hefur oft hringt í mig og uppörfa mig. Stundum skamma mig. But it's all good. Nei, hann skamma mig aldrei. Jú, hann setur svona gatta, hann setur svona gatta í hreiðri mitt. Fær mig til þess að færast úr stað. En pointið þetta, Guð hefur ákvarðað kirkju sína til að bera ávöxt. Ef þú vilt bera ávöxt, þá ferðu eftir þeim fyrirmælum sem Guð gefur. Má ég heyra amen? Má ég heyra amen? Má ég heyra amen? Amen. Þessi með þetta. Hann alveg með þetta. Tísi Guði. Amen. Yndislegur. Og já, þú mátt segja hátt og skýrt amen. Það flott. Rísum að veitur. Á hvað stytta þetta örlítið.